Áður en við snúum vængnum við og höldum áfram að setja skinn hinum megin, þá hérna smá verk sem þarf að gera áður til þess að við getum haldið síðan áfram alveg beint án þess að bíða eftir. Við þurfum að líma 2x19 við 2x18. Þetta servofestingin sem kemur undir vænginn og það ágætt að vera búinn að því þegar að maður þarf loksins að fara að nota þetta. Ég ætla að fela mér áður. Jæja, þá getum við snúið vængnum við og farið að undirbúa að setja skinnið á botninn. Ég nefndi ekki þetta rör sem ég setti hérna inn. Þetta til þess að þræða servosnúruna í gegn. Það væri hægt að gera það án þess að hafa þetta rör, en við fannst vissar að hafa svona. Þetta bara maskínupapír rúllaður upp og tróðið hérna inn í. Hefði kannski átt að gera það áður en ég setti endarifið. En þetta virkar. Það greinilegt að hér hefur lekið smá í þessa lími. Ég þarf að þrífa það upp og neðan á hverju rifi eru fætur eða fótur sem þarf að saga af og pússa slétt. Það fyrsta verk. Þegar ég lími skinnið á vænginn, þá vil ég náttúrulega ekki að vængurinn snúist svona og alls ekki að það snúist upp á hann. Þannig að hann vindist. Til þess að koma í veg fyrir það, þá nota ég hérna það sem eiga að vera frambrúnirnar á vænginn og ég ýti þeim undir hann, fyrst hérna að aftan og síðan hérna að framan. Þar til það stoppa og þegar það komið þá hann alveg fastur. Svo get ég sett títuprjóna í þetta til þess að það hreyfist ekki neitt. Nú ætla ég að líma servobakkan hérna í og af því að ég get ekki ég get ekki sett neina klemmur á þetta því en svo ætla ég að setja skinnið ofan á. Þá ætla ég að nota bara sekundulíf. Hérna vængskinnið sem ég var búinn að útbúa til þess að fara hér undir og það
passar ágætlega. Ég er búinn að setja límbönd hérna niður til þess að halda við og vængurinn er stöðugur og fínn. Þannig að þá er bara að finna til pensilinn. Hann er hér. Hann er blautur af því að hann var í vatni. Og límið. Límið er hér. Hérna er hægri vængurinn þá svona mestu kominn. Ég á eftir að setja frambrún og afturbrún og hérna vængenda. En hann er sem sagt balsaklæddur og sléttur. Það er komið gat fyrir servó. Allt eins og það á að vera. Nú ætla ég að ganga frá hinum eins. Þannig að ég verði með báða í sömu stöðu. Hérna komnir tveir vængir og þeir eru ekkert smá smíði, sko. En það næsta sem við þurfum að gera er að setja eina frambrún á hvorn. Við þurfum að setja afturbrún á báða og svo er hérna smá endi sem þarf að koma. Þegar það er búið, við erum búin að líma þetta, þá getum við pússað vænginn og þá þarf að bæta aðeins meira við hann. Nú ætla ég að líma frambrúnina hérna á og ég er búinn að pússa þetta alveg slétt, þannig að frambrúnin á að geta legið alveg bein og síðan á geta athuga hvernig þetta passar. En þetta er vel yfir lengd en maður passa sig að miðja þetta dálítið vel á. Þannig að það standi eitthvað aðeins fram af bæði ofan og neðan. Engin ástæða til þess að vera að spara líminn eitt sérstaklega. Þá geta hafa nóg af því.
Svona. Svo setjum við frambrúnina á og til þess að hún renni ekki fram og tilbaka þá er ágætt að setja títuprjón á hvorn enda og hugsanlega einn í miðjunni. Svona. Nú er ágætt að hafa kaffibóllan til þess að styðja við. Svona. Nú ætlum ég að nota límband til að halda þessu niðri. Tósa aðeins í límið. Svona. Nú þarf þetta að fá að þorna og þá get ég gert eins með afturbrúnina. Nú þarf ég að forma þessa tvo lista þannig að þeir falli að vængnum og fá smá rúning hérna á þennan. En ég ætla að byrja á því að skera hérna það sem stendur út af. Svona. Og hinum einn líka. Nú get ég farið á listana með fyrst hefli og síðan með sandpappír. Nú getum við límt þennan vængenda hérna á og af því að ég nenni ekki að bíða eftir líminu til þess síðan að forma hann, þá ætlum ég bara að nota svona sekundulím. Það er eins gott að það detti rétt á því að þetta er eiginlega fast leið. Svona, nú getum við formað hann. Og til að móta vængendan
notum við bara sandpappír á stórri spýtu. Ég leyfi sandpappírnum að sitja hérna yfir á vænginn og nota þennan enda til að pússa með. Þá fæ ég alveg beina lína. Það síðasta sem við gerum hérna að setja smá rúning á vængendan og til þess að hann verði jafn þá ætla ég að nota hérna blýant og ég tek strik svona 5 mm inn á hérna og líka hérna undir svona og líka hérna áleika mikið svona 5 mm. Það er ekki sérlega mikilvægt að þetta sé nákvæmt en setjum sem sagt strik. Nú ætla ég að nota hefilinn til þess að taka 45 gráðu fláa að þessum strikum. Og fyrst ég er með strik þá veit ég að þetta verður jafnt alla leiðina. Nú get ég notað sandpappír meira að segja svona mjúkan pappír til þess að renna yfir þetta og þá verður þetta fallega rúnnað. Svona. Nú þurfum við að draga teikninguna þetta aftur því að hérna á henni sjáum við að það er bútur af svona efni og hann kallar þetta í leiðbeiningunum M2/6. Við þurfum að mæla á teikningunni hvað þetta þarf að vera langt og ég ætla að fara hérna aðeins út fyrir. Þetta kemur aftan á og samkvæmt teikningu þá drúpir þetta örlítið niður. Það er ekki alveg sama hvernig við límum þetta á þegar það kemur. Ég er búinn að merkja hérna, þá ætla ég að saga 2 svona stykki.
Hérna er afturbrúnin komin á og ég stóðst ekki mátið, setti vængina saman og skellti skroknum undir. Þetta er dálítið stórt módel. Það verður að segjast.